teikn að þetta verði að breytast með nýrri ríkisstjórn eru til dæmis að á meðan ég held að sé á 20 ára tímabili sem einn maður sem hingað leitar fær stöðu flóttamanns. Núna á 2 árum eru þeir 3, þannig að samanlagt 4 yfir síðustu 2 áratugina. Sem náttúrulega ótrúlega lítið. Sem ótrúlega lítið. Ótrúlega lítið. En við höfum þessi dæmi eins og núna, það þessi maður frá Íran sem búinn að bíða hér í 7 ár og fer á endanum inn í Útlendingastofnun, hellir við bensíni og kveikir í sjálfum sér. Eða skrifstofu Rauða krossins. Manni skýrt á fréttunum að hann hafi átt að sanna það að hann hafi verið beittur pyntingum í Íran. Já. Og ég veit ekki alveg hvernig það á að fara fram að getum að skrifa til mannsins sem pyntaði með hann og fengi vottorð eða... Þegar hún var upprunalega synjað hæli hérna, þá áfrýjaði hann til Hæstaréttar og einmitt vegna þess að það væri ekki hægt að leggja sönnunarbyrðina á hann. Nei. Hvorki samkvæmt alþjóðasáttmálum né bara praktískt verða mögulegt. En Hæstaréttur dæmdi eins og héraðsdómur og úr var að hann fékk ekki hæli. Nei. Hann fór þá í hungurverkfall. Þetta 2008. Og í kjölfarið á því skilst mér hann að við fengið einhvers konar svona millibilsúrlausn eiginlega. Sem nokkuð algengt að fólk fær þá ég veit ekki nákvæmlega hvernig það í hans tilfelli, en það oft sem að það leyst sem það virðist brugðist við af stofnunum til þess bara svona að minnka vandræðin, dempa vesennið, það séu sem minnst vandræðin. Og þá það að veita fólki 2 ára landvistarleyfi og atvinnuleyfi kannski með síðan möguleika á framlengingu, en halda þeim í limbói, þar sem þau njóta ekki ríkisborgararéttar auðvitað og njóta ekki möguleikans á að byggja sér upp neina framtíð. Fá ekki að taka þátt í samfélaginu með öllum réttindum sem því tilheyra og við göngum að sem vísum og get ekki heldur gert plan neitt annað. Og hann búinn að vera þessu limbói inn og út úr ákvörðunum og stofnunum í 7 ár. Og grípur til þessa örþrifaráðs sem að fara inn á skrifstofu Rauða krossins, hella yfir sér bensíni og ætla beinlínis að kveikja í sér. Að fremja sjálfsvíkveikju. Og það uppákoma sem að ber að staldra við og skoða mjög gaumgæfilega. Þetta kannski þungbærasta aðgerð sem maður getur lagt sig að veði til. En nú getur hann hugsanlega fengið leyfi. Ég hef ekki hitt þennan mann lengi, kannski fyrir einhverjum árum. En ég þora fullyrða að svona aðgerð ekki byggð á misskilningi eins og Ögmundur Jónasson kemur síðan fram á fullyrðir. Og það var eiginlega það sem mér blöskraði þegar þessi uppákoma kemur upp að fyrsti fréttaflutningur RÚV meðal annars, síðan hefur það breyst og færst í annan farveg. Fyrsti fréttaflutningur RÚV, viðbragð ráðherra og fleira virtist allt til þess gert að gera sem minnst úr þessu að þetta hefði enga merkingu. Þetta væri, það þarf að vita aðhlynningu, hann augljóslega veikur, hann líklega þunglyndur, en sjá ekki þá þungu fordæmingu sem þarna fer fram á meðferð íslenska ríkisins á þeim sem hingað leita í neyð. Og hann sem sagt, núna hefur hann hugsanlega möguleika að vera hérna vegna þess að hann veikur. Það kannski erfiðara að vísa landi ef hann verður skilgreindur sem veikur. Já, ég veit ekki hvers staðan akkur núna, hann í gæsluvarðhaldi, hann ekki á sjúkrastofnun og nákvæmlega hvernig það skilgreint ekki. Já. En það getur verið og það getur verið að vera þá fundin einhver lausn til þess að íslenska ríkið komist hjá því að veita honum fulla réttindi, fulla viðurkenningu stöðu flóttamanns sem hefur verið lenskan hingað til. En það sem eins og þegar hringdi mig frá Fréttablaðinu þá eftir að átta mig á aðstæðum þá ákveði að leggja fram þessa harðorðu áskorun til Ögmundar. Og ég held að hún eigi að rata miklu víðar en til innanríkisráðherra. Ég held að eins og Lárus Páll viðrar þarna í þessu myndbroti, þá hafa Íslendingar leyft sér að lifa við mjög rótgróna útlendingastyggð. Já. Og hafa aldrei gert upp fortíð sína í þessum efnum. Hann minnist á gyðingana sem var vísa á landi, en það úir og grúir af svo ljótum dæmum hérna. Það úir og grúir af svo ljótum dæmum að
það má hreinlega kalla aðskilnaðarstefnu. Vandinn með orðið rasismi er að fólk, það þýtt á íslensku sem kynþáttahatur, útlendingahatur, og þetta það til. Kynþáttahyggja eða útlendinga, en það sem yfirleitt á ferðinni eitthvað sem fólk upplifir ekki sjálft sem útlendingahatur í þeim skilningi, en bara þessi aðskilnaðarstefna í því hvernig maður mætir fólki, hvernig ríkið mætir fólki, fólk mætir hvert öðru, og felst á því, birtist til dæmis í því, við hverja talað í fjölmiðlum til dæmis, anspyrnum því hverja talað í fjölmiðlum. Það talað við mig, það talað við innfædda, sérstaklega náttúrulega karlmenn á besta aldri og svo framvegis. Það talað sko lengi var bara talað konur, þetta var, feminismin hefur barist við þetta í marga áratugi, sko, að breyta því, það breyst mikið. Útlendingar á landinu eru núna í þessari stöðu, það talað þá, þeir eru ekki viðurkenndir, tilvist þeirra ekki viðurkennd sem talandi, hugsandi persóna á sama leveli og við innfædda pakkið. En einhvers konar rasismi sem býr í okkur eða hvað? Mjög sterkur held ég, mjög sterkur, og ég held að hann felist aðallega í þessu, sko, í hundsuninni. Sem, og þess vegna, sko, fólk, vegna þess að hann svo, hann svo alltumlíkjandi, og það gengi að svo sem vísu, að þegar maður segir, sko, allir, hitt og þetta orðið allir á Íslandi, vísar oft bara til allra Íslendinga, allra innfæddra Íslendinga, en svo við víkjum aftur bara að, sko, þá akkurat þessu tilfelli sem kannski, sko, grófasta birtingamynd fyrirbærisins, að þá, sko, ég með, prentaður út skýringamynd sem gerði að því hvernig útlendingalöggjöfin á Íslandi virkar í rauninni, að, sko... Kannski fengi kamerun á þetta? Þá væri þessi aðskilnaðarstefna sem ég að tala kannski aðskilnaðarstefna þess hóps sem kallar sig venjulegt fólk. Og venjulegt fólk leyfir sér að líta á aðra sem síður gjaldgenga í samræðu, síður verðuga réttindum. Og birtist núna bara á dögunum í tengslum við þetta mál, þegar kona á Reykjanesi sem vinnur við að sinna, ég held sé félagsráðgjafi og að sinna hælisleitendum, lýsir því yfir að menn í stöðu Medis Kavianpur, sem ætlaði að kveiki í sér, séu ekki verð staddir en íbúar Reykjanesi sem eru atvinnulausir. Maðurinn búinn að búa án allra réttinda og möguleika sem hafa skipuleggja framtíð í 7 ár. Það snýst ekki tekjuleysi, það snýst ekki efnislegar aðstæður. Það snýst það að fá að vera maður, fá viðurkenningu sem manneskja. Svo þegar hann grípur til þessar aðgerða sem sko, guðsjálf stöðvuð, þá í fyrstu fréttum fær hann ekki einu sinni viðurkenningu á tilvistinni í fyrirsögnum og frásögn Ríkisútvarpsins til dæmis, þar sem aðaláhersla fyrst í stað lögð á hættuna sem stafaði að Íslendingum í kringum hann. Sprengihætta, bensíngufur, þetta. En sko meira sé að þegar hann hefur tekið afdrifaríkustu mögulega ákvörðun að leggja sjálfa sig fullkomlega veði í baráttu sem þar með ekki bara hans persónulega, heldur hefur almennt gildi, en þess að hann græðir ekkert á því eftir að hann kveikir í sér. Meira sé að þá fær hann ekki að vera til gagnvart Íslendingum. Og það þarna, þetta eru viðjar vanans, þetta ekki meðvitað hjá flestu fólki, en það eru rosalega djúpar og það þarf að uppræta. Þegar ég skora á Ögmund Jónasson að skera upp herör gegn útlendingahatri ríkisins, kerfisbundnu útlendingahatri, þá ég fyrst og fremst að vísa til þess hvernig útlendingastofnun virðist líta á það sem hlutverk sitt. Að einmitt passa að þessi friðsæla veröld Íslendinga verði ekki trufluð af einhverjum óþægilegum útlendingum, hvort sem það eru rúmendar með hljóðfæri eða Írani í lífshættu heima á sér. Beitir til þess öllum ráðum og hefur aldrei þurft að sko breyta stefnubyrjunis frá því hún var stofnuð af manni sem 1939 áður en hún með falið að sinna tilkomu útlendinga eftirlitsins sem þá hét, fór á sumarnámskeið hjá SS sveitum nasista í Þýskalandi. En segðu mig, þú fylgdist með
þú varst nú í þessum málum dálítið hérna Ég vil bara staldra við þetta samt, sko. Þetta upphavsreitur Útlendingastofnunar. Maðurinn fór á sumarnámskeið hjá SS 1939, kemur heim, hann hét Agnar Kofod Hansen, hann var svo vel liðinn að það vildi enginn nú honum þessum nasir eftir stríðið, með þessi þjóðviljinn, sko, þú veist, það er alltaf þessi vinskapur, þessi kunningsskapur með fólki, þú ert svo dónalegur ef þú ferð að hræra í svona löguðu, ef þú ferð að trufla eitthvað með því að hann hafi farið á sumarnámskeið á SS í boði Himmlers. Þannig að þarna höfum við aldrei þurft að ráðast í uppgjör við ljóta fortíð sem stofnanirnar starfa ennþá út frá. Þú fórst og fylgdist með hælisleitendum sem var vísað hér úr landinu fyrir nokkur árum. Þú varst að vinna að einhverju verkefni og varst að fylgjast með. Ég fór þannig að fylgja eftir, sko, til að mæta aðstæðunum í Aþenu. Þess að þú var náttúrulega ferðast mikið og ég held að ég hef ekki komið þangað sem ferðamaður og það er mjög merkilegt að fara þangað, sko, með manni sem er í þessum, sko, á þessum þvælingi Evrópukerfið. Það kasta honum fram og tilbaka milli ríkja. Þar sem, sko, Ísland og Grikkland eru með þeim verri, náttúrulega. Og kynnast Aþenu frá þeirri hlið, kynnast, sko, samfélagi þeirra sem að fá ekki að vera með í samfélaginu. Hinum vegabréfslausu. Já, hinum pappírslausu, eins og þeir eru kallaðir í Frakklandi. En þú ert sem sagt að skora á, og það hlýtur að vera dálítið vonbrigði, ég meina þú ert vinstri maður, að vinstri stjórn sem tekur við völdum hér á Íslandi fyrir 2 árum, að hún skuli kannski ekki hafa þó gert meira í þessu. Já, og ég held líka, sko, sjálfur er ég meina, nú held ég, fólk tekur því oft persónulega, þannig að maður á ekki að vera dónalegur. Það verður tekið persónulega þegar maður gagnrýnir einstaklinga fyrir þeirra störf. Nú hef ég ekki hugmynd hvernig það er að vera ráðherra eða stjórnmálamaður. Ég held að maður, sko, sé fullur af alls konar virkni sem að sko, praktísk atriði og fleira sem ég hef litla einsinn í. Ég held að það sé mikilvægt að það sé til annar sjónarhóll á stjórnmál. Ég held að heimspeki getur til dæmis verið mikilvægur sjónarhóll á stjórnmál til þess að stugga við og, sko, hreyfa við eitthvað sem getur fests í viðum vanans. Ég ætla að Ögmundi ekkert illt. Ég held að vonbrigðin séu kannski þeim meiri sem maður hefur haft meira álit á honum sem stjórnmálamann í gegnum tíðina. En þessi atburður hérna í vikunni á föstudaginn var, Medi var ólánsamur að gera þetta á föstudegi. Íslenski fjölmiðlar fylgja ekki eftir málum sem gerast á föstudegi yfirleitt. Þau þurfa að gerast á mánudegi til að ná, sko, yfir vikuna. En föstudagurinn á að vera svo skemmtilegur að þetta komst ekki einu sinni í kastljósið. Það var alltaf að vera svo létt og gott inn í helgina, sko. En ég held að þessi atburður sé, sko, við verðum að taka hann alvarlega sem heróp gegn þessari viðurstyggð. Og þetta er ekki bara misskilningur eins og ráðherrann talaði um? Ég veit ekki hvað hann á að vera misskil eftir að vera fastur í þessu limbói í 7 ár. Ég veit ekki, það verður gaman að fá svör við því. Hvað, sko, í hverju misskilningurinn á að vera fólkin? Staðan er alveg ljós. Haukur, þakka þér fyrir að koma í Silfrið. Myndin þín verður svo sýnd þarna í sumar. Takk svo leiðis.